Þessi dagur byrjaði bara eins og hver annar dagur og fljótlega eftir þegar ég er eitthvað að ráfa þá heyri ég hjálp, hjálp, hjálp og hleyp út og sé þá Guðrúnu og Hrafnkel. Hrafnkell er á jörðinni og Guðrún yfir honum og Er hann meðvitundarlaus? Já, hann er að vera blár. Hann er að verða blár, andar en ekki. Treystið ykkur til að hefja endurlífgun. Setjið hann á bakið, leggið hann þannig að hann liggi alveg flatur á bakinu og ýtið þið undir hökuna. Setjið síðan aðra hendina ofan á bringuna milli geirvartana, hina ofan á og þið þurfa að þrýsta alveg 5-6 cm niður. Heyrið þið taktinn? Mjög fumlaust hefja þau endurlífgun og aðstoða manninn og eru stór þáttur í því að hann lifir í dag. ég tók við hnoði og svo eftir einhver, man ekki hvað ég var að gera, 20 skipti sem ég hnoði hann eða eitthvað og svo læt ég hana blása og það ég held að væri konan hans, bara að því bara, ég var ekki alveg viss hvort það ætti að gera það ekki. Já, eins og ég var að rifja upp núna þá var þetta bara örstutt sem að maður þurfti að vera hana þangað til að löggan kom. Og svo heimsótti Hrafnkell mig bara í sömu viku og það var ótrúlegt að sjá hvað er mikill munur á honum þegar hann kom í líf í hann og mér fannst bara hann alveg geislaði bara allavega miðað við hvernig hann var sko. Þannig að það var mjög gaman að sjá það. Það sem maður sér eftir á er að öll þessi litlu atriði eins og að fara á námskeið þegar maður er yngri, að einhver hafi sagt við mann að þú eigir að gera fastar heldur en þú heldur. Þá kemur í ljós að þetta skiptir allt máli og endanum nær maður að hjálpa einhverjum. Frá því að símtalið byrjar og þangað til aðstofan kemur á staðinn líða einungis tæpar 3 mínútur sem er rosalega góður tími. En samt sem áður erum við komin af stað í endurlífgun og hlutinni gengu ótrúlega vel fyrir sig. Og það að þau hafi verið þarna 3 ókunnugar manneskjur sem voru á sama stað á sama tíma, unnu ótrúlega vel saman og sem bara er ótrúlega fallegt að bæði að vinna svona vel saman og koma þriðja aðilinu til hjálpar gerði það að verkum að þau eru skyndihjálparfólk ársins 2024.